Komið sæl, Birgir Þór heiti ég. Nú það önnur umferð heimsbikarkeppninnar í torfæru, sérútbúni flokkurinn og á sunnudagsmorgninum þegar þessi keppni fór fram að þá voru Svíar og Norðmenn vitandi getu Íslendingana. Haraldur Pétursson sigraði á laugardeginum í fyrstu umferð og hér rétt fyrir keppni þá virða menn fyrir sér brekkurnar og brautirnar og Íslendingar komu að því að leggja þessa brautir og þær voru talsvert erfiðari heldur en á laugardeginum. Og morgunin hófst með fundi keppnistjórnar með keppendum þar sem farið var yfir helstu reglur þeirra. Sérstök áhersla lögð á öryggismál og til hjálpar keppendum uppi þegar þeir þurftu að bakka niður var svona flugumferðarstjóri eða hlaðstjóri á flugvelli. Han står på toppen ved siden av flaggvakten. Følg han, når vi skal ned så går det mye lettere. Hann flugmálastjóri og stýrir niður. Og þetta bara fyrir þá sem að bakka niður, en það ekki allir á því að allir þurfi að bakka niður. Okej, den kun för norsk och svenskar, islänningen går upp. Smá gorgeir, en þá strax í fyrstu braut, þetta Henrik Jóhannsson frá Svíþjóð. Brautin liggur þarna upp og þarna stálið sem á að fara í gegnum. Sigurður Þór Jónsson hafnaði í þriðja sæti á fyrri degi, það að segja í fyrstu umferðinni. Nú reglur eru aðeins öðruvísi heldur en hér á Íslandi. Meðal annars þá takmörkun á hávaða sem að kemur frá þessum bílum og því eru menn skildur til þess að vera með hljóðkúta og svo þetta talar ekki frá því að það sé heldur lífvænlegra að vera á staðnum. Það aðeins minni hávaði, minni skellir. Sigurður Þór Jónsson fer hér upp alla leið í fyrstu braut og hann fær 290 stig. Þá það okkar maður aftur, Haraldur Pétursson. Sigraði í fyrstu umferðinni eins og þið sáuð á þriðjudaginn þeir sem að fylgdust með því og Haraldur fær 300 stig, Sigurður Þór fékk 290, Ole Graversen frá Noregi á gríðarlega öflugum bíl vel yfir 800 hestöfl pluss nitro sem að gefur 150-200 stig, 200 hestöfl. Thomas Efsoter frá Svíþjóð. Ole Graversen skoraði þarna 290 stig. Þessi 10 stiga refsing kemur í endaliði. Þegar menn snerta brautarmerkingu hitt ekki alveg á hliðið. Hliðin í torfærunum í Noregi voru örlítið breiðari heldur en við að venjast hér á landi. Nú þá var það Hans Maki frá Svíþjóð. Þriðja umferð fer fram á laugardaginn á Reykjanesinu. Gunnar Ásgeirsson, keppni hefst klukkan 11 morguninn og eknar verða 8 þrautir. Beðist velvirðingar á þessum myndtruflunum, rykið mikið og var að trufla. Og bílnum 75 Arne Johannessen og hann fer þetta í rólegheitum hér upp. Og staðan að loknum fyrstu tveimur brautunum, Sigurður Þór Jónsson með 590 stig, Haraldur Pétursson annar með 580, Thomas Efsoter þriðji, þá Arne Jóhannesson, Hans Maki, Jari Börre Strand, Björn Ingi, Gunnar Ásgeirsson, Róar Jóhansen og Ole Graversen neðarlega þarna. Þá það þriðja braut, Daniel Assel og hér staðurinn sem að svolítið trikki pluss endaliðið og ekki fer hann nú hér upp. Skoraði hér 150 stig, það var Haraldur Pétursson. Það var að fara í gegnum hliðina en Haraldur stekkur hér aðeins út undan sér út á hlið og sest á kviðinn og situr þarna fastur og Haraldur nær aðeins 150 stigum. Þá sjá nú aðri keppendur sæng sína útbreidda. Daniel Ingimundarsson 255 í fyrstu braut, 190 í annari og hann hér að nálgast endahliðið. Hann hefur ekki aflið sem hann þarf og skorar 170 stig. Ole Graversen, Noregi.
Sjá hvað hann gerir í þessari braut. Óli Graversen skoraði 290 stig fyrstu braut og 200 í annari og nú komin svona hálfpartin hér út á braut og þó, nei, hann hangir inn í brautinni og fer upp á og alla leið en fær ekki nema 200 stig, mikil refsing. Þetta er laust og þarna þarf að halda hraða. Roar Johansen er á svipuðum bíl og Arne. Og er með rétta stefnu þarna á endahlíðið. 220 fyrir fyrstu braut, 290 fyrir aðra braut og skorar hér 160 stig. Talsvert refsingar í þessum brautum. Jari Børre Strand kemur frá Noregi, 270 fyrir fyrstu braut, 290 fyrir aðra braut. En er eiginlega komin hér vel út fyrir braut. Fær þó að halda áfram, hann er hins vegar að sanka sér talsverðum refsingum. Þannig að þrátt fyrir mikil læti og mikinn austur þá skorar hann aðeins 130 stig. Þannig að þetta var nú kannski ekki slæmt eins og að leit út fyrir hjá Haraldi Pétursinni, hans maki. Og það er sömu sögu að segja hjá honum mikið af refsingum. Hann fer ekki lengra þetta 150 stig reyndar eins og Haraldur Pétursson og grefur sig hér fastan. Gunnar Ásgeirsson. 290 í fyrstu braut, 250 í annari braut. En talsvert af refsingum og endar síðan á veltu 130 stig. Þá Arne Jóhannessen, ég ætla aldrei að læra þetta, en það kemur, það hlýtur að koma. Þriðja umferðin fer fram á Reykjanesi á laugardaginn, fjórða fer fram á Hellu á sunnudaginn og þessar fjórar telja. En svo þegar að kom að Birni Inga í þessa brauta þá bilaði bíllinn rétt áður en hann var kallaður inn í hliðið. Það fór sundur slanga, bensínslanga sem tilheyrir viðbótaraflinu sem að kemur þegar að menn bæta við nítrói. Nítró er gastegund sem að inniheldur mjög mikið af súrefni og þegar því er sprautað inn á vélina þá er hægt að sprauta miklu meira magni af bensíni og brenna það allt saman. Og þeir hafa mínútu án refsingar. Þegar að sú mínúta er búin og dettur á þá 60 stig í refsingu og síðan hafa 3 mínútur til að klára viðgerðina. Þeir löku viðgerðina en fengu á sig refsingu og Björn Ingi skorar aðeins 90 stig, 250 fyrir fyrstu, 300 fyrir aðra braut og 90 stig fyrir þessa braut. Það var Sigurður Þór Jónsson var í forystunni hér. Haraldur skoraði 150, Roar Johansen 160 stig, Óli Graversen 200, Jari Børre Strand 130 og Sigurður er hér kominn með góða og vænlega stöðu. Já, og upp á fer hann en talsverð refsing fær hans 180 stig á 300 mögulegum. Hann hefur forystu í þessari keppni þegar hér er komið sögu eftir 3 fyrstu brautirnar. Hefur 40 stig á forystu á Harald Pétursson, hans maki í 3., Tómas Efsóttir í 4., Arne Jóhannessen í því 5., Óli Graversen komin upp í 7. sæti. 4. braut, Óli Graversen. Og endahliðið er lengst til vinstri á skjánum. Erfitt að koma auga á það hér í öllu þessu riki. En Óli Graversen fer hér í gegn, 210 stig. Það var Tómas Efsóttir. Við verðum hér á Sýn annað kvöld og þá með aðra umferð í götubílaflokki. Og Tómas fer hér upp, 260 stig. Roar Johansen. Gríðarlega öflugt tæki en í vissum tilfellum þá er fjörunarbúnaðurinn ekki að virka til þess að skila honum árangri. Hann fær hins vegar 280 stig hér. Jari Børre Strand.
voru 21 keppandi í sérútbúnarflokknum í þessari annari umferð. Sex brautir. Hann ekkert að hitta hér, ekki með stefnun á endahliðið einu sinni þegar hann veltir bíl sinu hér, en samt sem áður fer hann það langt að hann krækir sér í 250 stig. Rolf Kaiser frá Svíþjóð. Hann skoraði aðeins 180 stig í fyrstu braut, 260 í annari, 130 í þeirri þriðju. Og hann skorar hér 230 stig. Svolítið grófur á brautarmerkingarnar hérna, Hans Maki frá Svíþjóð. Nú 6 keppendur frá Noregi og Svíþjóð eru mættir til leiks hér á landi og munu taka þátt í 3. og 4. umferð. Og það eru ríflega 20 keppendur skráðir til leiks á laugardaginn. Hans Maki langt frá því að hitta á endahliðið, þá er það Gunnar. Hans Maki skoraði 180 stig, Gunnar Ásgeirsson. Stendur vel að vígi hér þráttur í veltuna í 3. braut en situr hins vegar algjörlega fastur hér og kemst ekkert nema niður eftir. 190 stig fyrir Gunnar. Arne Jóhannessen. Hann hittir ekki á endahliðið, 180 stig. Hann er ekki að standa sig jafn vel og í fyrstu umferð. Þá er það Sigurður Þór Jónsson. Það er hann að hanga á fyrsta sætinu. Hann hafði 40 stiga forskot á Harald Pétursson. Haraldur er búinn að standa sig vel hingað til. Róar Jónsson fekk 280 stig. Sigurður langt frá því að hitta hér á endamarkið og hann skoraði aðeins 150 stig. Þá nú eins víst að Haraldur laumi sér upp fyrir hann. Ronny Eriksen frá Noregi. Já, ekki tekst honum að komast í gegnum endamarkið. Daniel Alsson. 220 fyrir fyrstu, 240 fyrir aðra, 150 fyrir þriðju. Og hann er að klóra sig hér með stefnuna rétta í gegnum endahliðið, 270 stig. Þá er það Haraldur Pétursson. Hann var 40 stigum á eftir Sigurði. Sigurður skoraði 150 stig hér. Haraldur góður í hliðarhalla og í gegnum endahliðið snertir hérna stöng í endamarkinu, 270 stig og tekur forystum. Hefur 30 stiga forskot núna á Thomas Efsóter og Jóhansen í þriðja, Jarri Börri í fjórða og Sigurður Þór fellur niður í 5. sætið og er núna 80 stigum á eftir Haraldi Pétursinni. 5. braut, Róar Jóhansen. Og svo liggur leiðin til hægri og upp í gegnum síðasta stálið. Og Róar stingur sér hér alla leið en afturhjólið er ekki komið í gegnum hliðið þannig að 300 stigin eru ekki í húsi ennþá. Hann þarf að koma bílum í gang og klára þrautina. 300 stig fyrir lengd, 20 í refsingu, 280 stig. Og þá búinn að leggja línuna fyrir aðra keppendur. Jarri Börri. Reynilegt á sænsku og norsku keppendunum að þeir voru mun ákveðnari í annar umferðinni heldur en í þeirri fyrstu. Þegar þeir voru búin að sjá hvað Íslendingarnir höfðu upp á að bjóða, þá var það Hans Maki. Jarri Börri skoraði 240 stig hérna. Hans Maki reynir allt hvað hann mögulega getur en þetta gekk ekki hjá honum, 250 stig. Gunnar Ásgeirsson. Þetta var svona til þess að kóruna hjá honum þessa 2 daga. Hér fer skiptingin, þið sjá að hjólinn snúast ekki þó mótorinn rembist og Gunnar veit ekkert hvað er að. Gengur vonandi betur hjá honum á laugardag og sunnudag. Arne Jóhannessen. Nei. Þetta er ekkert að ganga hjá honum. Fær þó 250 stig fyrir að koma afturhjólunum þetta hátt. Henrik Jóhannsson frá Svíþjóð.
Vastargrip, greinilega hans bólabróðan á lausaefninu. Henrik 240 stig. Það var Sigurður Þór Jónsson. Já, og í gegnum mitt liðið 300 stig. Vel gert hjá Sigurði Þór Jónssoni. Já, bílnúmer 59. Ronny Eriksson. Þetta er bara botgjöf, yfirsnúningur og vörn mótorsins í gangi þannig að hann brjóti mótorinn ekki. Daniel Nelsson. $300 stig fyrir að fara alla leið á móti 350 stigum hér á Íslandi. Það var Haraldur Pétursson. Daniel skoraði 240 stig hér. Galopið en þá og Haraldur fer hér í gegn á sama hátt og Róar Jóhansen. Haraldur 280 stig og heldur fyrsta setinu. Það var Óli Graversen. Hann satt ekki par sáttur við árangurinn sinn hér í dag og hann fær hér 300 stig. Tómas Efsóttir. Það er hikar sem á að tapa í torfærunni. Tommy Törhag frá Svíþjóð. $240 stig. Og staðan þegar ein þraut er eftir. Haraldur Pétursson er 50 stiga forskot á Róar Jóhansen. Sigurður Þór kom upp í 3. sæti, Tómas Efsóttir niður í 4. Óli Graversen í 5. og Arni Jóhannesen er í 8. sæti. Og aðeins 2 Íslendingar á þessum lista. Eins og sjáum á fjöldi bíla sem að tók þátt í þessum 2 keppnum sem að þarna voru, annars verið í göttubílaflokki og hins verið í sérútbúnaflokknum og þetta er síðasta brautin í Harry Burra. Og hún endar í stáli. Hér þarf hraða og ákveðni og þetta smá hik þarna í upphafi gerir það verkum að hann fer ekki upp en hann fær þó 275 stig. Það var hans maki frá Svíþjóð. Hann reynir en vantaði örlítið upp á hraðan til þess að láta hraðan vinna með þyngdinni á ská í gegnum stálið. Gunnar Ásgeirsson. Hann hættir bara hér, er ekkert að fórna bílnum. 240 stig. Hafnaði að lokum í 14. sæti. Og ekki fer hann upp 275 stig. Nú hér í lokin á eftir ætlum við að skemmta okkur aðeins með tónlist. Ætlum að rifja upp árið 2001 í íslensku motorsporti. Það var Björn Ingi Jóhannesson. Stigalaus í 5. braut. Þurfti að gifta skiptingu og hann fær hér 275 stig, hafnaði að lokum í 15. sæti. Sigurður Þór Jónsson. Já, í gegn með afturhjólinn en fær þó ekki nema 275 stig. En það fleytir honum upp í 3. sætið. Nú skemmtir á bílnum ekki mjög miklar, aðalega svona yfirborðsskemmtir en blikkið utan á bíl Sigurðar er allt saman beinir fletir og tiltöluðu auðvelt að halda bílnum fallegum eins og hann er. Daniel Nelsson frá Svíþjóð og hann hikar. Hafnaði að lokum í 9. sæti. Haraldur Pétursson er með þetta í hendi sér, var með 40 stiga forskot og þetta er nóg þó hann fari ekki hér upp á skoran 275 stig og hafnar í 1. sæti. 2 sigrar hjá Haraldi Péturssoni og er þar með forystu í mótunum með 20 stig.
Laglega gert hjá Daniel Ingimundarsyni. Hann hafnaði í 13. sæti í þessari keppni. Arne Jóhannesen, Óli Graversen auðvitað. Og hann fær 275 stig. Thomas Efsóter endar í 4. sæti. Roar Jóhansen 300 stig og líðurinn trilltist enda Roar Jóhansen frá Noregi. Þetta lokastaðan í annarri umferð heimsbikarkeppninnar í torfæru í sérútbúnarflokknum. Haraldur Pétursson sigrar, Roar Jóhansen annar og Sigurður Þór Jónsson í því 3. Kveða sinni verður hér aftur annað kvöld. Minni á torfærun á laugardaginn og sunnudaginn og rally Skagafirði á laugardaginn. bara nauðgun í beinni útsendingu, sko. Sorry if I bore you, I neglect you, don't mean to disrespect you, can't you see? I love you dearly, and not sincerely, but you annoy me, you can't avoid me, I'm here to stay forever and ever, in a day that's never. I can't let you go, I can't forget it, why you did it, I won't permit it, I wanna quit it, I wanna fight you, I fucking bite you, can't stand nobody like you, you can't run, you can't hide, no surprise, close your eyes, come with me. Come with me. Come with me. Oh. Yeah, I like this.
you. Pistol packing, itchy finger, trigger happy. Try to trap me, fan rap. Wiretap me, backstab me. Break the faith, fall from grace. Tell me lies, time flies. Close your eyes, come with me, 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 come with me. I'ma take it with me. I wanna fight you, I fucking fight you. Can't stand nobody like you. You can't run, you can't hide. No surprise, close your eyes, come with me. I'ma take you with me.